Kæru fundagestir, ágætu frummælendur og aðrir góðir áheyrendur. Fyrir hönd sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgavíkursveitar vil ég bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þennan fund nýja hugsun í vegagerð, samfélagsvegi. Þó samfélagsvegir eigi við alls kyns vegaframkvæmdir, þá geri ég ráð fyrir því að umræðan hér í dag muni einhverju leyti hverfast uppbyggingu á Skógarstrandarveg og þá sérstaklega í ljósi mikilvægi þess vegar fyrir svæðið hér. Haraldur Benediktsson, alþingismaður, hefur verið að kynna hugmyndir sínar samfélagsvegi undanfarið og fundað meðal annars í Húnaþingi vestra og Dalabyggð. Á dögunum kom Haraldur til fundar við atvinnu- og nýsköpunarnefnd sveitarfélagsins til þess að ræða þessar hugmyndir og þá sérstaklega fjármögnun til að flýta uppbyggingu Skógarstrandarvegar, sem var eitt af áhersluverkefnum samstarfsnefndar sameiningu Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar. Í kjölfar fundarins hvatti nefndin bæjarstjórn til að kanna ítarlega hvort hugmyndir Haraldar séu góður kostur og kunna hraða uppbyggingu Skógarstrandarvegar og þverun Álftafjarðar, og á síðasta fundi bæjarráðs fagnaði bæjarráð framkomnum hugmyndum Haraldar samfélagsvegi og óskaði eftir því að Haraldur héldi íbúafundi sveitarfélaginu og kynni þessa hugmynd fyrir íbúum sveitarfélagsins. Haraldur brást jákvæð við og var við þeirri ósk og hér er hann kominn ásamt góðum gestum til þess að fjalla þessar hugmyndir og þessa nýju nálgun hans. Með Haraldi eru frummælendur á þessum fundi Gísli Gíslason, fyrrverandi stjórnarformaður Spalar, og Ómar Örn Tryggvason, forstöðumaður sértækra fjárfestinga hjá Summu. Sameinað sveitarfélag og áður bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur lagt þunga áherslu nokkur skeið á uppbyggingu Skógarstrandarvegar og í þessari ályktun sem þið sjáið hér á skyggnunni frá árinu 2019 var áhersla bæjarins komið á framfæri við vinnslu í samgönguáætlun á þeim tíma og þar fól bæjarstjórn mér að koma á framfæri við umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis ítarlegri umsögn en þarna kemur fram þessar tillögur þingsályktun 5 ára samgönguáætlun og síðan lengri áætlun til 2034. Ég fylgdi þessum áherslum bæjarstjórnar með ítarlegri greinargerð og í umsögnum þingsályktunartillögu í byrjun janúar 2020 og af hverju er ég að nefna þetta hér? Því að ég vil nota þetta tækifæri hérna í dag til þess að varpa ljósi á mikilvægi Skógarstrandarvegar fyrir svæðið og draga stuttu máli fram þá helstu þætti sem ég setti fram í þessari umsögn minni fyrir þá umræðu sem fram mun fara hér í kjölfarið og kjölfar kynningu Haraldar samfélagsvegi. En í þeirri umsögn benti ég á þessar staðreyndir sem ég er að fara að draga hérna fram. Á það var bent að Skógarstrandarvegurinn eini stofnvegurinn á Vesturlandi án bundins slitlags, ef frá talið fjallvegur, sem einn stofnvegur á Vesturlandi sem fjallvegur. Og þetta eini stofnvegurinn á Íslandi án bundins slitlags sem ekki þá fjallvegur, ef frá talin kafli í Húnaþingi vestra, og þá að tala stofnvegi sem ekki á hálendi, svo ég taki það fram. Og var ekki búið að setja á fyrsta tímabil samgönguáætlun eða framkvæmdir hafnar á þeim tíma. Þessi staðreynd að vegurinn var ekki á fyrsta tímabil samgönguáætlunar á þessum tíma, í raun ekki forgangi, var auðvitað í hrópandi andstöðu við þessi markmið sem eru ljós í samgönguáætlun og á það var bent og ítrekað að vegurinn ætti að vera í forgangi samkvæmt markmiðum hennar. En það var kannski einna helst þessi punktur sem að ég hef talið skipta miklu máli, að það var á það bent að Skógarstrandarvegur á að sameina en ekki sundra. Og hvað meina ég með því? Jú, það sem ég meina með því er að ég var að horfa á þetta út frá þessu samfélagi hér og þá sem bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar á þeim tíma. Og Stykkishólmur á sér yfir 400 ára sögu sem verslunarstaður og staðurinn þótti liggur vel sem verslunarmiðstöð fyrir allt Snæfellsnes, Breiðafjörð og Dalasýslu og þannig var Stykkishólmur miðstöð verslunar og þjónustu á svæðinu. Hefur þannig í gegnum aldina verið umtalsverður samgangur og samvinna milli Stykkishólms og annarra byggðarlaga á svæðinu.
Þessi samgangur og samvinna gerði að verkum að tengsl milli Snæfellsness og Dalasýslu voru mjög sterk í gegnum aldirnar og út 20. öldina, en hins vegar hefur á 21. öldinni með áberandi hætti, að mínu mati, slitnað á þessi sterku tengsl sem voru á milli Snæfellsness og Dalasýslu og leitt af sér minni samvinnu og samgang milli þessara byggðarlaga. Hefur þessi þróun verið sérstaklega áberandi þegar litið er 20 til 30 ára aftur í tíman. Og ég hef stundum tekið þessum dæmi að þegar ég var lítill, ég er nú þá ekki rosalega hávaxinn, en þegar ég var ungur, þá var ég að keppa á hestum og þá fór ég jafnt í Dalasýslu eða út Nes á hestamannamót. Ég var í sveiti í Dalasýslu, það var jafn mikið farin í Dali út Nes. En síðan kem ég tilbaka aftur 2018 og það er bara eins og það hefur algjörlega slitnað á þessi tengsl sem voru svo miklu meiri en áður fyrr. Og hvað breyttist? Það breyttist ekkert á Skógarströndinni, en það breyttist mikið út á Snæfellsnesi með bættum vegsamgöngum. Og slæmar vegsamgöngur á Skógarströndinni eru sem sagt aðal ástæða þessar þróunar á svæðinu og meðan vegsamgöngur urðu betur á Snæfellsnesi og þar með samgangur og samvinna þeirra byggðarlaga, þá teygðist og slitnaði jafnt og þétt á þau sterku tengsl og bönd sem voru milli Dalamanna og Snæfellinga sem endurspeglast í dag í minni samgöngum á milli byggðarlaganna. Með þá bættum samgöngum á Skógarströnd mun komast aftur á þessi tenging sem var á milli Dalamanna og Snæfellinga. Áður en gæði annarra vega urðu þessum framar, en bættar samgöngur á milli byggðarlaga með Skógarstrandarvegi munu án efa hafa áhrif víða, meðal annars sunnanverða Vestfirði og norður á Strandir sem koma á bættri tengingu svæðana við Norðurland. En stofnvegum er einmitt ætlað að tengja saman byggðir landsins. Þessi vegur gerir það svo sannarlega ekki í núverandi ástandi. Vegna þess hversu lengi Skógarstrandarvegur hefur setið á hagganum, hefur Dalabyggð með tímanum fjallast Snæfellsnesi að mínu mati, sökum slæmra vegsamgangna. Og má segja að hinn sterku bönd á milli þessara byggðarlaga í gegnum aldirnar séu smátt að hverfa, en með bættum vegsamgöngum í gegnum Skógarströndina yrði blásið nýju lífi í þau gömlu tengsl og aftur komið á þeim samgangi og samvinnu sem einkenndu svæðið svo lengi. Að mínum mati er þessi þróun mjög alvarleg og það er mjög mikilvægt að sporna við henni með átaki í bættum vegsamgöngum á Skógarströnd. Nú að öðru leyti var bent á þessari umsögn mikilvægi vegarins hvað var að búsetu, atvinnulíf, loftslagsmál og skólasókn. Ég ætla ekki að tiltaka öll þessi rök sem sett voru fram í þessari umsögn, en það var á það bent að vegurinn hefur heftandi áhrif á uppbyggingu á Skógarströndinni og á svæðið allt, bæði hvað var að búsetu, vinnu og skólasókn, og síðan var jafnframt bara bent á það að skortur á uppbyggingu vegarins í rauninni í andstöðu við stefnumótandi byggðaráætlun ríkisins. Nú er Dalabyggð komið í sérstakt verkefni sem heitir undir brotendum byggðum og ég held að væri afskaplega mikilvægt til dæmis fyrir Dalabyggð sem í þessu verkefni að fá betri vegsamgöngur í gegnum Skógarströndina í tengslu við þá eflingu þess byggðarlags. Nú, loftslagsmálin eru mjög ofarlega á baugi þessa dagana og hefur verið undanfarið og í þessari umsögn var þá bent á það að ef sér það raunverulegu vilji ríkisins að gefa loftslagsbreytingu meiri gaum þá verður ekki hjá því komist að benda á þetta sem að liggur fyrir að þessi malavegur gerir það að verkum að umferðin í dag liggur svolítið frá Snæfellsnesi í Borgarnes og síðan vestur á Vestfirði eða norður á Vestfirði og síðan á Norðurlandi. Og íbúar og allir flutningsaðilar kjósa að keyra þennan krók frekar en að fara yfir gegnum Skógarströndina og þá í Borgarnes og það niður Bröttubrökku eða upp Holtavörðuheiði. Og vöruflutningabílar keyra undantekningarlaust ekki Skógarstrandarveginn sökum ástand vegarins, með einhverjum undantekningum þó. En þetta lengir sem sagt ferðir
frá Vestfjörðum og Norðurlandi og Snæfellsnes og öfugt umtalsvert eða frá Norðurlandi 60 km og frá Vestfjörðum 100 km. Og þetta ekki bara áhrif á loftslagsmál, hefur þetta líka mikil áhrif á atvinnulíf á svæðinu, til að mynda sjávarútvegsfyrirtæki á Snæfellsnesi sem eru markvisst að flytja fiskafla skipa sinna frá Vestfjörðum og Norðurlandi til vinnslu í heimabyggð á Snæfellsnesi. Og getum haft þessa staðreynd til að líka jafnframt í huga að flutningabílar eru með hvað hæstu losun á koldíoxíði á hvern kílómetra og þau ekki felur þessi umfram keyrsla sem ég er að lýsa hérna áðan felur í sér aukin niðurbrot á vegakerfi landsins með tilheyrandi kostnaði. Hérna varpa meðal annars fram að ein ferð flutningabíls með 80% hleðslu veldur jafnmiklu sliti á vegum og 9.000 ferðir venjulegs fólksbíls sem vegur 1800 kíló. 9.000 ferðir fólksbíls. Og flutningabíl með tengivagn eru 12.000 ferðir fólksbíls. Og þar að auki hafa rannsóknir leitt í ljós að eldsneytisnotkun fólksbifreiða sé að minnsta kosti 20% minni á vegum en bundnu slitlagi. Og þeim sem eru með malarslittlagi. Og munurinn náttúrulega stærri þegar þyngri bílar eiga í hlut. Sem sagt, með öðrum orðum, Skógarstrandarvegur og uppbygging hans getur orðið mikilvægi liður ríkisins í aðgerðum sínum í loftslagsmálum. Nú, umsögninni benti einnig öryggissjónarmið. Það var bent á það að í það minnsta umferðin tífalt meiri á veginum í dag en að hannaði fyrir að þola að minnstakosti og því verður hann óbreyttu áfram mikil slysagildra. Þá var jafnframt á það bent að Skógarstrandarvegur er hreinlega stór hættulegur og það hefur lengi verið ljóst að Skógarstrandarvegur er einn af hættulegustu vegum landsins. Í þessu sambandi var ég að benda þá úttekt Ólafs Guðmundssonar umferðarfræðings sem nefndi það að Skógarstrandarvegur sé annar hættulegasti vegur Vesturlands og sá vegur á Vesturlandi með hæstu slysastíðni. Þá tiltók ég sérstaklega einnig hvað vegurinn hamlar uppbyggingu í ferðaþjónustu og framþróun ferðamála og í því sambandi hefur Ferðamálastofa verið að leggja áherslu á það að samgönguáætlun sé að taka með áfangastaðaáætlunum sveitarfélaga, þá landshlutasamtakanna. Og í áfangastaðaáætlun Vesturlands er Skógarstrandarvegur skilgreindur sem mjög mikilvæg vegur með tilliti til uppbyggingar ferðaþjónustu og framþróun ferðamála á Vesturlandi. Og það er sérstaklega tiltekið að ein af helstu ógnunum í ferðaþjónustu á Vesturlandi sé óboðlegt ástands Skógarstrandarvegar. Og síðan að lokum er náttúrulega þetta sem er ennþá í dag að það er samstaða á Vesturlandi hvað varðar uppbyggingu vegarins og sveitarfélög á Vesturlandi hafa lagt á þetta þunga áherslu bæði þá gegnum samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og síðan einstakra sveitarfélaga. Það aðalega náttúrulega hér í Stykkishólmi og nú í Stykkishólmi, Helgafellssveit og Dalabyggð. Og síðan náttúrulega endurspeglast þetta mikilvægi í samgönguáætlun Vesturlands. En á þessu grunni sem ég er að fara hérna yfir, þá var gerð þessi krafa, hún er færður á fyrsta tímabil og Skógarstrandarvegur var færður á fyrsta tímabil samgönguáætlunar sumarið 2020. En það Alþingi samþykkti sem sagt sumarið 2020 breytingatillögu umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis að færa Skógarstrandarveg að hluta á fyrsta tímabil samgönguáætlunar. Frá þessum tíma hefur náttúrulega mikil uppbygging á sér stað á Skógarstrandarvegi og hefur frá árinu 2020 vel á 2 milljarður verið ráðstafður til uppbyggingar á veginum. En það fjármagn hefur reyndar að stórum hluta farið í uppbyggingu 2 brúm og ekki marga kílómetra, þannig að það er nóg eftir af uppbyggingunni. Og á lokum vil ég nefna það hérna en það skiptir það náttúrulega gríðarlegu máli að málið hafði stuðning allra þingmanna Norðvestu kjördæmis og þar með talið var stuðningur Haralds Benediktssonar mikilvægur sem var þá fyrsti þingmaður kjördæmisins. Málið hafi jafnframt stuðning frá núverandi formanni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og framsögumanni þá samgönguáætlunar á þeim tíma
Vilhjálms Árnasonar, þingmanns Suðurkjördæmis, og síðan má nefna aðra þingmenn sem má kalla hólmara eins og Sigurður Pál Jónsson og Bergþór Ólason sem lögðu jafnframt þunga áherslu á þetta með okkur. En með þessari yfirferð hérna vil ég svona reyna að ramma inn mikilvægi þessa vegar fyrir þá mikilvægu umræðu sem fer fram hérna á eftir. En hún snýst náttúrulega samfélagsvegi og það ekki eingöngu skógarströndin sem þar undir. En á grunni þeirra sjónarmið sem ég hef verið að fara hérna yfir er vert að skoða og leita allra leiða til þess að flýta framkvæmdum skógarströnd og þess vegna erum við hér í dag. Og með þessum orðum vil ég gefa Haraldi Benediktssyni, alþingismanni, orðið sem alltaf fjallar þá sína nýju nálgun samfélagsvegi. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl og afsakið við vorum 2 mínútum og seint. Það svona, við færðum fundin til í tíma út af tónleikum hér og það var eiginlega eina óvissan hvort að við kæmumst á fundin. En sem betur fyrir komin, en ég ætla þá að labba í gegnum hérna nokkra myndir með ykkur sem að eiga að varpa ljósi á hvað við erum að hugsa. Ég byrja yfirleitt þessa fund á því að segja að þessi hugmynd hvorki frumleg né óumdeilanleg. Hún umdeilanleg á margan hátt en hún allavega einhver hugsun. Það verið að reyna að brjótast út úr þessu ástandi sem að Jakob lýsti mjög vel. Og af hverju fer maður á stað með svona fundarsett eða fundauppstillingu eða svona hugmyndafræði? Jú, það er vegna þess að í starfi sem þingmaður fyrir Norðvesturland eða Norðvesturkjördæmi og að því að Njáll Trausti Friðbertsson var svo almennlegu við mig að fylgja mér hérna á þennan fund sem situr nú reyndar í hérna umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis líka og þingmaður Norðausturkjördæmis og þetta nú akkúrat svona málefni sem við höfum mjög oft rætt. En kannski var það þúan sem að velti hlassinu var ályktun frá sveitarstjórninni hér í sumar sem að sagði við þurfum að leita allra leiða. Og þá fer maður að leita allra leiða og ég ætla svona aðeins að labba svona í gegnum það hvernig þetta uppbyggt. Nú maður þannig staddur að maður þarf ekki að messa yfir kórnum. Ég er sjálfsögð að nota þennan fyrirlestur kannski líka til þess að lýsa ástandi fyrir öðrum sem það ekki þekkja. En þetta mynd af Skógarstrandarvegi sem þarna og Jakob farið vel í gegnum þessa þætti. Umsögn Stykkishólms fyrir samgönguáætlunina 20 var gríðarlega ítarleg. Var mjög mikilvæg fyrir okkur sem vorum að leggja því máli lið og ég vil alveg segja það að barátta sveitarstjórnanna hér sameinað sveitarfélög á Vesturlandi, samgönguáætlun Vesturlands, vinna Páls og Gíslasonar sem að leiddi samgönguáætlun Vesturlands, hún skipti þar höfuðmáli að við gátum komið Skógarstrandarvegi þarna inn á fyrsta tímabil. Þetta allt saman þættir sem ég þarf ekki að eyða mjög miklum tíma í með ykkur og Jakob hefur farið rækilega í gegnum en það er sjálfsagt að við höldum þessum atriðum á lofti. Þetta samfélagsvegur þar sem börnin að fara íbúarnir, það verið að keyra aðföng til og frá þéttbýlisstöðum, frá bæjum, fólk að reka þarna fyrirtæki, við erum að fá marga gesti á þessa vegi. Þeir gestir leigja bíla sem að sumir hverjir hafa viðvörun eða sumir jafnvel hafa bannað umferðum svo kallaða F-megi, það ekki Njáll? Og síðan þetta slysahætta en ekki síst þetta bara gríðarlega dýrt fyrir íbúana sem þurfa að búa við þessar aðstæður. Og ef við bara löpum á stað inn í þetta hvað við erum að hugsa þá samgönguáætlun með þessum hætti, hún skipt upp í 3 tímabil og fyrsta tímabili, fyrstu 5 árin hinn raunverulega framkvæmda áætlun í vegagerð á Íslandi og samgönguáætlun innifelur reyndar líka hafnir og flugvelli en við erum kannski fyrst og fremst að tala hér vegframkvæmdir og það má eiginlega segja að þegar þú ert sloppinn inn á fyrsta tímabil þá erfitt að snúa tilbaka. Og þess vegna var svo mikilvægt að ná allavega einhvernum búta Skógarstrandarvegi
inn á fyrsta tímabilið að þá þarf mikið pólitískt hugrekki til þess að ýta í þar út aftur. Síðan höfum við annað tímabil samgönguáætlunar sem eru þá þær framkvæmdir sem að raðast upp en eru þá komnar á radar vegagerðar að undirbúa framkvæmdir á. Við höfum séð sem að höfum fylgst með samgönguáætlunum í einhverju tíma að það ekki alltaf öruggt að þú komist inn á fyrsta tímabil þó að hafi verið á öðru tímabili, sérstaklega ekki það framkvæmdir sem eru aftarlega í tíma og síðan höfum við þriðja tímabil vega samgönguáætlunar sem svona meira, eða ekkert meira, heldur svona ákveðin forgangsröðun sem að þar liggur undir en óskaplega langt í hana og það sem að við erum raunverulega að segja, þetta eru þarfirnar, þetta eru aðstæðurnar sem fólki býr yfir, það búið að setja veginn inn á áætlun hins opinbera einhvers staðar og eigum síðan að biðja fólki bara að bíða rólegt í 15 eða 20 ár og svara því bara þannig að vera ekki að þessu því að við erum búin að setja þetta inn á áætlun. Svoleiðis svör einfaldlega gangi ekki upp. Síðan umhverfi samgöngumála alltaf að breytast og hefur breyst gríðarlega mikið bara á undanförnum árum. Gísli var svo almennilegur að lesa þetta yfir og hjálpa mér að móta þessa hugmyndafræði. Hann líka maðurinn eða leiddi hóp sem að kom fyrstu samgöngubótinni sem að verulega munað í gegnum nálaraugað, byggði það, rak það og skilaði því. Það sem ég vildi hins vegar tæpa á að í tíð þessara ríkisstjórnar hafa verið gerði tvær meiri háttar samþykktir á Alþingi. Það í fyrsta lagi hefur verið gerður svokallaður höfuðborgarsáttmáli samgönguframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu sem þá verkefni sem að sveitarfélög og ríki hafa komið sér saman ákveðna forgangsröðun og ákveðna fjármögnun og þar inni líka gert ráð fyrir að innheimta veggjöld. Og það mikilvægt að við höfum það í huga að hluti af fjármögnum höfuðborgarsáttmálans eru veggjöld. Síðan höfum við sett löggjöf samvinnuverkefni í samgönguframkvæmdum þar sem að nokkrar meiri háttar samgöngubætur eru tíundaðar í þeirri löggjöf. Það meðal annars framkvæmd sem að skiptir okkur miklu máli á þessu landsvæði eins og Sundabraut, Hornafjarðarfljót, Ölfusárbrú og fleiri framkvæmdir þar og þar líka reiknað með einhvers konar sambland einkafjármögnunar, veggjalda og framlaga ríkis. En hugmyndin í grundvallaratriðum sem ég að tala fyrir þýðir einfaldlega það að ef að framkvæmd til inn á 15 ára samgönguáætlun Alþingis þá sé opnað fyrir það að stofna samgöngufélag tiltekna framkvæmd. Það sé þá félag eingöngu þá framkvæmd sem megi þá byggja veg og fjármagnan en fái síðan samning við ríkið að koma með fjármagn á þeim tíma sem ríkið ætlaði á annað borð að setja í veginn eða í framkvæmdina. Og svo getum við þróa þessa hugmynd eitthvað lengra og sagt að samgöngufélagið sem að fær leyfi til að byggja fær þá eðlilega leyfi til þess að innheimta af umferðinni, til þess að fjármagna uppbygginguna og fjármagnskostnaðinn sem að tekur af þann tíma að þangað til ríkið þurfa að borga inn og eftir að ríkið hefur borgað inn. Þannig að við erum að leggja þá vegi sem að ríkið ekki að sleppa við að koma við en við erum að nota fjármagnun til þess að flýta því í tíma fyrst og fremst. Og ég horfi mikið til sveitarfélagana í þessu efnum að þau hafi raun og veru valdi til þess að segja að tiltekið samgöngufélag eða gangist fyrir að stofna samgöngufélag tiltekna framkvæmdir og þá ætla ég að taka fram, ég ætlast ekki til að sveitarfélagi leggi fjármuni til verksins eða hafi nokkurn hátt ábyrgð á því. Ég fyrst og fremst að nota sveitarfélögin sem samnefnara íbúana og fyrirtækjana á viðkomandi svæði til þess að ýta málunum að höfn. Síðan þurfum við náttúrulega að hafa góð gögn og það svona eðlilega þegar maður þarf að rýna þessa hugmyndafræði, hvernig getur látið vega saman veggjöld og samgönguáætlun, að þá þarf að vera umtalsverð umferð á veginum svo að þetta fjárhagslega gangi upp. Það lykilatriði að félagi sem að verður stofnað Skógarstrandarveg eða aðra framkvæmdir séu ekki að blanda sér í aðrar samgönguframkvæmdir.
Þannig að neytandinn eða notandinn sem ákveður að velja að keyra Skógarstrandaveg sé nákvæmlega greiða fyrir afnot af Skógarstrandaveginn. Peningarnir sé ekki innheimtir á honum hér til þess að byggja einhvern veg einhvers staðar annars staðar. Þetta akkúrat svona eitt atriði sem að Gísli hefur kennt mér og sagt að væri grundvallaratriði í þessu. Síðan þurfum við eðlilega að fara í gegnum það í samningagerð samgöngufélagsins sem verður stofnað með vegagerðinni, hver verður kostnaður vegagerðarinnar á næstu árum að eiga og reka veginn, og þegar við vegum þetta saman, þá getum við farið að ákveða hvort að samgönguáætlun á að greiða 60%, 80% eða jafnvel 100% af viðkomandi framkvæmd. En ég ætla ekki að draga neitt dul á það að ég náttúrulega líka í því hlutverki að gæta hagsmuna ríkiskassans, og ég að stilla þessu líka þá þannig upp að ég vil alveg láta veggjöldin spila þar á móti, þannig að við komumst lengra fyrir hverja krónu sem ríkið að leggja til á hverjum tíma. Og til þess að athuga svona hvort að þessi hugmyndafræði gengur upp, þá fékk ég ágætt fólk til þess að rýna þetta með mér, og við skoðum fyrst og fremst Vatnsnesveg og Skógarstrandaveg, og ég sagði einhvers staðar að það væri ekki alveg tilviljun að þessi vegir væru báðir í Norðvesturkjördæmi, en þetta eru í það minnsta þeir tveir vegir, svo við segjum það bara alveg skýrt, þetta eru þeir tveir vegir sem að ég met þannig í Norðvesturkjördæmi sem er brýnasta þörfin að ganga í endurbætur á. Fyrst og fremst upp á það að það verði einhver framþróun í þessum samfélögum sem þar búa. Og þá búum við okkur til einhvern svona reikniverk, við skoðum umferðartalningar vegagerðarinnar, í þessu tilfelli 535 bílar eins og talningagögnin segja, unnið upp úr samgönguáætlun sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Síðan gefum við okkur þarna upp þá forsendu að umferðin muni aukast 20% eftir að framkvæmdum lýkur, og þá erum við komin með reiknigrunn til þess að reyna að átta okkur á hvað við þyrftum að innheimta í veggerð til þess að láta dæmið ganga upp. En nú ætla ég að slá alla fyrirvara hugsanlegt veggjald sem ég sýni ykkur hérna á myndunum. Við erum fyrst og fremst í einhvers konar æfingabúðum að láta þetta ganga upp, og það er þess vegna sem að ég leitaði síðan til þeirra sumumanna sem eru svo almennilegir að vera með okkur núna á 2 fundum, því að ég fann það á fundinum á Hvammstanga að það var ákveðin vantrú á því hvort að einhver vildi fjármagna svona verkefni. Þess vegna eru þeir nú komnir ekki til þess að lofa ykkur peningum, heldur líka bara til að opna augu ykkar fyrir því að það eru möguleikar að sækja sér fjármagn í svona verkefni. En í það minnsta, þegar við vorum búin að reikna Vatnsnesveginn með þessum forsendum, þá gátum við stillt upp þessari mynd hér, þar sem að við gátum farið á árinu 2028, þegar að svona fyrir að glitta í Vatnsnesveginn á samgönguáætlun, þegar ríkið að borga inn í félagið er stofnað, það er fjármagnað, framkvæmdir hefjast, vegur tekin í notkun, og síðan sjáum við með þessar forsendur við ákveðna þróun í umferðartölum að þá líða þarna einhver ár þangað til félagið sjálft komið upp fyrir strikið, þannig að það er farið að fá tilbaka fjárfestinguna, og einhvers staðar þarna í árslok á þessari glæru eða þessari tímalínu 2040 er komin einhver mynd á afkomu þegar veginum verði skilað, og það er grunnatriði þessari hugmynd. Félagið fær heimild til að byggja, eiga og reka, og svo skilum við veginum inn í almenna vegakerfið í lok tímans. Sama gerðum við Skógarstrandaveg, og svona kannski má segja hafi verið aðeins harðsóttara að fá eins glöggar umferðartölur, en ég naut liðsinnis bæði Gísla og Pálsi og SSVAF með það. Og þarna er gefin upp meðalfjöldi 500 bílar, 35% vöxtur eftir að framkvæmdum lýkur, 3% vöxtur í kjölfarið. Okkur erum að gefa okkur 35% vöxt en 20% á Vatnsnesvegi. Það er engin stórkostleg vísind á bak við þetta.
bara skal viðurkenna það, en í fyrsta lagi þá eins og Jakob fór hérna yfir áðan, þá sjáum við að þetta er vegur sem að tengir raun og veru tvö samfélög og þegar þú tengir tvö samfélög inn á eitt atvinnusvæði getum við sagt, þá er mikið dulin umferð heimamanna, en það er líka og ekkert leyndarmáli í þessum pælingum öllum að við erum ekki síður að horfa bara til ferðamannastraums. Og í glærunni hérna áðan var ég með spá 4 milljónir ferðamanna sem að Njáll sagði mér að væri talan sem ég ætti að nota. Hann sagði mér þetta einhvern tímann í ágúst eða september og síðan kom spá ferðamálastofu nokkrum vikum seinna og skutu raunverulega spáni hans Njáls niður. Þannig að við búumst við áframhaldandi straumi ferðamanna. En bara kjarninn í þessari hugmyndi þessi að við erum að taka hluta af því fjármagni sem búið að merkja í samgönguáætlun til Skógarstrandarvegar og nota inn í þetta félag og síðan látum við veggjöldin innheimta eða fjármagna ákveðin hluta. Og nú getið þið líka velt fyrir okkur að ég skrifa hérna ríkissparifé 1200 milljónir króna. Það er líka vert að taka það fram að við erum ekki með þverunarkostnaðinn inn í þessu. Við erum eingöngu með tölurnar sem birtar í samgönguáætlun 4 milljarða. Við uppfærðum hann ekki með við það verðlag sem er í útboðsverkum í dag, en það er að sjálfsögðu einhver munur. En ég er líka að hugsa til þess að ef við getum náð að vega saman veggjöld og samgönguáætlun losni einhverja fjármuni til þess að byggja upp aðra vegi í sama samfélagi. Þannig að vegframkvæmdin er ekki bara einn veg, heldur til þess að draga samfélagið allt áfram og byggja upp með þeim hætti. Og þegar við skoðum síðan þessa mynd þá sjáum við að þetta er ekki alveg galin hugmynd að fara í framkvæmdum Skógarstrandarveg með þessum hætti, með þessum forsendum og þó að standi þarna 4,2% árleg ávöxtun eigin fjár, þá eru svo ótal margir þættir þarna sem að geta haft áhrif á. Við prófum til dæmis að hafa í þessu dæmi erum við með meðalveggjald 587 krónur. Bara segja það núna og þannig að enginn þurfa að velkjast í vafa um það, þetta er einhvers konar meðalgjald. Við erum að sjálfsögðu að hugsa þetta þannig að það sé dýrast að fara stökuferðir og við séum með eðlilega afsláttarkjör sem að nota vegina meira. En leið og við lyftum þessari krónu upp í 700 þá vorum við að fá allt aðra afkomu eins og gefur að skilja, en svona allavega prófum við að setja þetta fram með þessum hætti. Þannig að þegar við getum farið að taka fjármuni samgönguáætlunar 2028 inn í samgöngufélagið Skógarstrandarveg, þá fer nú fljótt að hylla undir það að félagið sem að mun eiga og byggja veginn fer að komast í ákveðið jafnvægi og geta farið að greiða niður fjárfestingarkostnaðinn og síðan hugsum við aftur að veginu sé skilað. En þá væri ferillinn í einhverjum slíkum skrefum. Við værum að tala um fjárfestinguna og framkvæmdatímabilið. Við erum að raunverulega að reyna að flýta framkvæmdum sem er einhvers staðar langt í burtistan, eru í ákveðinni óvissu, hvort það verður af á þeim árum sem búið er að merkja hana. Við erum að tala um að hafa sanngjarna ávöxtunarkröfu og þeir summumenn munu ræða sérstaklega um þann þátt. Við erum að horfa til þess að hafa hófleg veggjöld sem að taki 20–50% af kostnaði tímabilið. Við erum að líka, og megum ekki gleyma því að það stendur til, og hefur margoft komið fram að það á að endurskoða skattlækninga á umferð. Ef að nýja skattkerfi umferðar verður með þeim hætti að það verði einhvers konar skuggagjöld, þá eðlilega höldum við því opnu að hafa skuggagjöldin líka til viðkomandi vegar. En við erum að takast á út frá þeim forsendum sem við þekkjum í dag. Við skulum ekki týna okkur í framtíða skattkerfi umferðar. En með þessari nálgun þá skapast ákveðið tækifæri til annarra framkvæmda í viðkomandi héraði. En ég er ekki bara að hugsa um að byggja veg og ég held að það sé hinn ástæðan að við veltum þessu fyrir okkur. Því að ég er að hugsa um vegi sem eru nútímalegir að sjálfsögðu með besta mögulega fjarskiptasamband
sem alltaf er einhver brotalögum á, en við þurfum að líka að hafa bara strax í upphafi ákveðna sýn hvað við viljum ná út úr þessu. Við viljum hafa góða vegi með góðu fjarskiptasambandi. Við viljum hafa veginn þannig og garði gerð að nýorkubílar geti nota þessa vegi. Það er líka rétt að muna þetta sem að fjölga rafmagnsbílunum, þá verður ákveðin höft á notkun þeirra ef það eru margir malarvegir, og malarvegir munu með ákveðnum hætti vera viðskiptahindrun fyrir svæðunum að fá ferðamennina til sín, því að það er svona frekar mælt með því að vera ekki að nota rafmagnsveginn og slæmum malarvegum. Þannig að ég er líka að tala um að byggja upp góða áningarstaði, og það er hluti af framkvæmdinni að opna aðgengið að Skógarströndinni. Þú ert að bjóða upp á einhverja fegurstu ökuleið á Íslandi hérna á þessu svæði, og þú átt að taka vel á móti fólki. Þú þarft að byggja bílastæði, móttökustæði, merkja gönguleiðir og svo framvegis, en að það verður út af fyrir sig vegur eða Skógarstrandarvegur sem er að bjóða upp á miklu meira heldur en bara greiðfæran veg, heldur ákveðna upplifun. En við erum þá að vinna við það að dreifa ferðamönnum. Við erum að eins og ég segja, opna ákveðna náttúruperlu, en að það verður sérstaklega eftirsóknarvert að nýta þessa vegi, og svo getum við haldið áfram að kjarna þetta niður fyrir okkur. Aðkoma sveitarfélagana verði þetta hlutafélag, samningar við vegagerðin eða ríkið, þannig að vegagerðin fyrir hönd ríkisins gerir samninga, og þegar við vorum að byrja að vinna þessa hugmynd þá gengum við nú fyrst út frá því að þegar kæmi að til dæmis Skógarstrandarvegi þá færi bara allt fjármagnið inn í félagið á þeim degi, en við allavega reiknum þetta þannig að það gæti líka verið kostur fyrir ríkið að fá að greiða þetta í einhverjum afborgunum og komast frekar í fleiri verkefni af þessu tagi. En rétt eins og Jakob var að minna hérna áðan, og við skulum ekki gengisfella það með nokkurum hátt, þess að verðum við ánægðir með glærhundar hans að við eigum líka að selja þessa hugmynd sem ákveðna loftslagsaðgerð. Það er 20% minni losun ökutækja sem að keyra vegi með bundið slitlar heldur malarvegi. Og hvernig erum við að tala um samfélag, og hvernig erum við að tala um samfélagsvegi? Jú, vegna þess að við erum að búa til eftirsóknarverða búsetukosti og góða búsetuaðstæður. Við erum að með þessari hugsun og því þingmáli sem við munum leggja fram í þinginu samhliða þessu að færa ákveðið vald til sveitarfélagana, þeir séu ekki alltaf bara uppteknir að tala við þingmennina. Og er ekki það að ég sé leiður á að tala við Jakob eða sveitarstjórnarmenn hér frekar en annars staðar, en það er samt árið 2022-2023 allt í lagi að fara að hugsa um það að færa sveitarstjórnarmönnum einhvert vald heim í héraði til þess að hafa afgerandi áhrif á þróun sinnar byggðar. Styrki samkeppnisstöðu svæðisins, og svo mætti lengi telja, ég ætla ekki að dvelja lengi við þetta, en þetta er í grunninn þessi kjarni, hraðari uppbygging vegakerfis, bæta nýtingu fjármuna ríkisins, reyna að ná meira út úr peningunum, koma valdinu heim til fólksins að það hafi þessi áhrif, það geti tekið stjórnin í sína hendur. Svona vegir byggja undir framtíðar hagvöxt, ekki bara fyrir byggðarlagið heldur landið allt, og síðan þetta verkefni að taka á móti og dreifa ferðamönnum sem að verður verkefni, en fyrst og síðast búa til betri búsetuaðstæður fyrir fólki sem byggir hér í dag og þarf að flytja börnin sín daglega yfir þessa ónýtu vegi til skóla, sækja vinnu, sækja sér aðföng og allt þar fram eftir gott. Takk fyrir mig. Þakka Haraldi fyrir þessa kynningu. Þetta er þetta spennandi verkefni og að eins og það nefnir að búa til einhvers konar upplifun af vegum Skógarströndina. Við vitum það alveg öll sem hér erum, eins og Haraldur kom inn á, hversu afskaplega fallega þessi leið er og af hverju upplifunarvegur. Það er náttúrulega beinlínis stuðningur við ferðaþjónustuna og þá atvinnulífið að reyna að hanna veg
með það tilliti að ferðamenn sækjast í að keyra þennan veg til að upplifa náttúruna og vera með áningarstæði og annað í kringu þetta. En það er líkilættrið í þessu öllu er að Haraldur ekki að leggja til að þessi leyfi eru farin, heldur einungis hann að velta því upp hvort að Alþingi breytir lögum þannig að samfélögin hér hafa val það hvort þið farið þessa leið eða ekki. Valkvætt. En að þessu sögðu ætla ég að gefa Gísla Gíslasyni fyrrverandi stjórnarformanni Spalar orðið. Gjörðu svo Gísli. Já, gott fólk, það gaman að fá að vera með ykkur hérna og alltaf gott og gaman að koma í Hólminn. Ég hef nú verið bara svo heppinn að gegnum tíðina að lenda svona inn í alls konar samgönguverkefnum, hafnir eða vegir, það hefur svona legið einhvern veginn nærri bæði áhuga mínum og verkefnum. Og það hefur verið alveg sérstaklega áhugavert og skemmtilegt að fá að ferðast með Haraldi í Hvammstanga og Dalina og svo hingað. Og takið eftir því, við fórum fyrstu ferðina 2, í næstu ferðinu kom 1 með okkur og nú eru komnir 2 með okkur í bílinn, þannig að vorum að nefna það að það verður engin helvítis rúta næst, það verður langferðabifreið. Það alveg klárt, en ég hef svona hins vegar núna síðustu mánuði eftir að ég svona þóttist alltaf að fara að draga svona úr vinnu og eitthvað slíkt, en það náttúrulega tóm vitleysa því að alltaf leggst mann eitthvað fallegt til. En síðustu svona mánuðina þá hef ég verið að vinna eins og þið kannski þekkið einhver í breiðinni á Akranesi og þróun og nýsköpun. Og ég hef verið að tala fyrir því að Vesturland eigi að þétta raðirnar, bæði íbúarnir og sveitarstjórnirnar. Við eigum að vinna sameiginlega að nýsköpun, við eigum að vinna að ferðaþjónustu, við eigum að vinna að nýtingu þeirra auðlinda sem við höfum í landbúnaði og sjávarútvegi og við eigum að standa saman í samgöngumálum. Og það höfum við svo sem gert að hluta í því að leggja upp samgönguáætlun fyrir Vesturland. Við þekkjum að rétt eftir aldamótin 2000 að þá var Sturla Böðvarsson sá sem kom nú á svona þessari samræmdu samgönguáætlun í flugi, vegum og höfnum og reyndar miklu fleiru, almenningssamgöngur og fleiru. Og við tókum boltan aðeins lengra fyrir forgöngu SSV árið 2017, gerðum samgönguáætlun fyrir Vesturland sem var svo endurnýjuð núna 2022. Og það svona mætti kannski menn halda sumir að þetta sé einhver óeining hvernig raða sér niður eða áherslur verið, en það hefur nú ekki verið. Og ég held að sé mikilvægt að fylgja því eftir og það er gott að heyra að það hafi áhrif inn í samgönguáætlun þingsins, það sem að þar hefur verið gert. En ég ætla að nefna það í mitt varðandi samgönguáætlun að þá Skógarstrandavegurinn, Malar stofnvegur sem að er ennþá óbættur hjá Garði en þó komin inn á áætlun, en það mun taka nokkuð tíma þangað til við sjáum uppbyggðan nútíma veg. Og það auðvitað óviðunandi og það heyrðum við auðvitað í dölunum líka að þetta væri búið að ræða þetta lengi, en ég fyrir löngu tekið þá ákvörðun að vera líta lítið tilbaka. Það framtíðin sem skiptir meginmáli, það eina sem við getum haft áhrif á. Og þá bara spurningin hvernig stöndum við að verki við það að koma svona verkefni á koppinn. Við höfum reyndar 2 leiðir, önnur að bíða, en hinn að grípa til aðgerða og reyna að hraða þróuninni sem að mun skila tvímælalaust ábata. Þegar menn horfa á umferðartölur Skógarstrandavega þá kannski segir einhver að þetta eru svo fáir bílar að þetta stendur aldrei undir neinu, en það er náttúrulega ljóst af hverju að það eru svona fáir bílar þarna. Það fyrst og fremst nauðsynlegasta umferðin sem fer, en ekki svo umferð sem við sjáum að gæti styrkt samfélagið í ferðaþjónustu og eins og Jakob lýsti mjög vel að þessum tengslum sem að eiga að geta verið miklu meiri milli Dala og Snæfellsness. Og það búið að fara yfir alla þá þætti sem að skipta máli í þessu, en þá komum við kannski að því að eins og ágætt kona í Dölunum sagði, eigum við svo að fara að borga fyrir þetta líka.
og já, það er sjónarmið. Og það er stundum hræðsla við hugtakið veggjöld. En það vill nú til að það eru 31 ár síðan Spölur var stofnaður. Það eru núna 3 ár eða 4 ár liðin frá því að veggjaldatöku var hætt í Hvalfjarðargöngum. Og göngin voru opnuð 1998 og verkinu lokið 20 árum seinna. Og trúið mér, þessi ár líða. Mönnum finnst kannski dálítið langt inn í framtíðin, einhver 15-17 ár. En eins og sjá má á mínu skeggi og hári að þá líður þessi tími. En árangurinn hann situr eftir og þrátt fyrir veggjald í 20 ár þá fjölgaði allavega íbúum á Akranesi 48%. Þannig að þá segir maður, já hvaða valkostir eru? Er það áhugavert fyrir ríkið að flýta framkvæmdinni með innspýtingu á veggjaldi og ná þannig fram þessum jákvæðu byggðaáhrifum sem að slík flýting myndi hafa í för með sér. Og það er tiltölulega auðvelt að reikna því sjálfu sér. Og það væri nú lagað SSVF og Vífill Karlsson myndi nú leggja upp smá módel. Hvað myndi það þýða? Hver er ábatinn af því að vegurinn verði malbikaður og uppbyggður? Og vega á móti kostnaðinn, hver var í kostnaðurinn sem hafi verið lagður í þetta? Og ég er alveg sannfærður það að veggjaldið og kostnaðurinn á þeim slóðum, hann er hverfandi miðað við þann ábata sem væri verið að nálgast í staðinn. En í hugmyndum sem Haraldur hefur verið að lýsa, og þá vil ég taka undir það að þetta er ný hugsun núna, þó hann segir nú að þetta sé nú eldgömul hugsun, en hún er þó ný að vegna þess að það hefur enginn haft kannski trú á því að það sjónar á þessi duldu tækifæri sem eru í fáfarnari vegum, sem eru tengivegir og vegur eins og Skógarströndin. Þannig að ég held að uppleggið, það sýnist mér vera þannig rökstutt að það er alveg klárt að það eigi að skoða þetta. Og það er held ég svona þegar að tala flýtingu framkvæmda, meðal annars með lögum núna, sem að var farið yfir hér áðan, að þá er allir jákvæðir fyrir því að flýta framkvæmdum. Bara spurningin hvernig það er gert og þá spyr maður af hverju er ekki skoðað þá einmitt þessir svokölluðu fáfarnari vegir. Ef það gengur upp, ef það er hagur ríkisins, hagur íbúanna, þá held ég að það liggi beint við að þessir aðilar setjast niður og búi til módelið sem virkar og skilar þeim árangri sem er lagt upp með. Og ég held að þess vegna, því að það nú komið líka fram tillaga að frumvarpið að bæta tengivegunum inn í þessi flýtivegalög og manni sýnist ekki nokkur áhætta fyrir hvorki land né þjóð að bæta þessu inn í lögin og taka upp viðræður hvernig getum við komið þessu fram. Því að ég er alveg sannfærður það að ábatinn hér á Vesturlandi og Vesturlandi í heild, ekki bara Dalir Stykkishólmur. Við skulum horfa á svæðið í heild sinni vegna þess að við erum vissulega í svona vissri samkeppni ferðafólk við Suðurlandi sem er að fá býsna stóran hlut, en við teljum að það sé skynsamlegt að dreifa því kannski víðar og þar er tækifæri hérna. En ég hef hins vegar sagt að ríkið og aðrir þurfa að vera trúir því verkefni að þegar þú ákveður veggjaldið þá verður að vera endapunktur og veggjaldið þarf að renna í viðkomandi framkvæmd. Þakkaði fyrir. Það er mikilvægt að halda þessum aðalatriðum til haga þannig að veggjaldið verði í tiltekinn tíma, veggjaldið verði hóflegt þannig að það sé ábati fyrir íbúana að velja veggjald til þess að flýta framkvæmdinni
og það er mjög mikilvægt að það sé gegnsæi í því sem að er stillt upp. Og ég er sannfærður það að ef að sest yfir þetta með opnum huga, að þá sé þetta samningur sem að eigi að vera bæði samfélaginu hagstæður og ríkissjóði. En það er annað líka í þessari nýri nálgun, og við skulum hafa það líka í huga, að tæknin er að hjálpa. Það er ekki lengur endilega kostnaðarsamt að setja upp gjaldbúnað, og það hefur sýnt sig bæði að það var kannski tiltölulega dýrt í Hvalfjarðargöngum, það var ódýrara í Vaðlaheiðargöngum, og nú sjáum við hvernig fyrirtæki er að innheimta gjöld á bílastæðum og annað. Þannig að það er verið að taka gjöld á mörgum sviðum. Þið farið á Þingvelli og leggið þar í stæði, og sjálfsagðast hlutur í heimi að borga bílastæðagjald. En ef þú ert að borga sem svarar bílastæðagjaldi í lífsgæðum sem að felast í betri vegasamgöngum, þá held ég að það mun ekki verða neinum ofraun, vegna þess að ábatinn verður meiri. Og þess vegna hef ég haft ánægju af því að ferðast með Haraldi og félögum, að fylgjast með og heyra hljóðið í heimafólkinu, vegna þess að ég skynja það að fólk er tilbúið í breytta nálgun, að því gefnu það skili árangri inn í samfélagi, og þar eigum við öll að standa saman, sérstaklega á Vesturlandi. Takk. Þakka Gísla sinni fyrir hans innlegg í þessu umræðu, og náttúrulega hefur komið að svona verkefni, sambærileg verkefni áður í Hvalfjarðargöngunum, og þekkja það mjög vel, og hefur setið í starfshópi um endurskoðun samgönguáætlun Vesturlandi, og með mér þannig síðast og síðan þannig áður. En þá kemur kannski þessi spurning með fjármögnunina, og hann ætlar að koma aðeins inn á það, Ómar Örn Tryggvason, forstöðumaður sértækra fjárfestinga hjá Summu, hvernig hann sér verkefni fyrir sér þá hvað varðar fjármögnunina. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og komið þið sæl. Við erum tveir hérna, ég og Haraldur Óskar frá Summu. Hvað er Summa? Já, ekki að byrja á því bara. Góð spurning. Summa er í rauninni bara lítið eignastýringarfyrirtæki, bara sem að er kannski frábrugðið öðrum að því leyti að við erum eiginlega eingöngu í langtímaverkefnum. Við erum ekki að kaupa og selja bréf á markaði eða eitthvað svoleiðis, heldur við erum bara í langtímaverkefnum. Og að hluta til í iðnaðarverkefnum, til dæmis í PCC á Bakka, Húsavík, en eiginlega bara fyrst og fremst í innviðum. Og við settum að stað innviðasjóð með lífeyrissjóðunum 2015. Þar sem að hugsunin er, þá getur maður sagt, af hverju vilja lífeyrissjóður vera í þessu, það er í rauninni út af því að ef þú fjárfestir í innviðum, í einhverju svona, potti af innviðum, að þá færðu í rauninni svona frekar langt greiðsluflæði, þetta er svona, langtíma fjárfestingar, og svona yfir höfuð er þetta verðtryggt, það er ekki að vera einhver einasta verðtryggð, en er svona nokkurn veginn verðtryggt, og þetta er svona nokkurn veginn eins og skuldabréf að því leyti að þetta er svona tiltölulega fasti vextir í þessu. Kemur aðeins betur inn á það eftir. Og nú af hverju er þetta gott? Þetta er akkurat speglun á það sem að lífeyrissjóðirnir skulda okkur. Þeir eru að lofa okkur eða skulda, það er að lána viðmiði, eitthvað svona langt greiðsluflæði, þetta eru áratugir, og þetta er svona miðað við þetta sé verðtryggt og þetta sé svona miðað við einhverja svona fasta vexti. Þannig að stærsta áhættan í að reka lífeyrissjóð, því að lífeyrissjóður er bara eignir á móti skuldum, eða skuld okkur, er að þú færð verðbólguhögg til dæmis, þá hækkar öll skuldastaðan
sem að er, eins og ég segi, mjög löng og en þú ert kannski ekki með allar eignir verðtryggðar, þannig að þetta passar vel á því leyti og sama með vexti. Ef vaxtastig breytist þá breytist mikið virðið á, segjum að ef þú ert með vaxtabreytingu á skuldahliðinni sem þau skulda okkur, þá breytist talsvert mikið verðmatið á þessum langtímaskuldum og það er ekki alveg sama næmnin eignamenn. Með öðrum orðum, ef þú fjárfestir í innviðum, þá færðu svona hegðun sem að svipar til skuldana gagnvart sjóðfélögum. Þetta er eitt. Hitt er að bara fjárfesting í innviðum, bara yfir höfuð, hún er tengd í rauninni bara hagvexti og hagsæld samfélagi. Þannig að ef þetta er svona þokkalega skynsamlega fjárfestingar í innviðum, þá lyftir það bara öllum í rauninni. Og þá getur við hugsað, lífeyrissjóður á eignir fjárfest víða og þannig að almennt má segja fjárfesting í innviðum hjálpa þá bara restinu á eignasafninu. Þannig að þetta er svona grunnhugsunin og ástæðan fyrir við fórum af stað 2015. Og kannski aðeins til útskýringa þá, innviðum er oft skipt upp í það sem er kallaðir hagrænir og félagslegir innviðir. Þá er ég að segja hagrænir innviðir eru þá eins og vegir og hafnir og flugvellir og allt í kringum orkuflutning, veitur en svo eru félagslegir innviðir sem getur bara hreinlega verið spítali eða eitthvað annað. Yfirleitt er það þá bara greiðsluflæði kemur eingöngu frá ríkinu til dæmis. En fyrir sjóðurinn hjá okkur var þannig að mátti bara verið í þessum hagrænu sjóðum, þannig að þar vorum við til dæmis og erum með réttæflega helmingshlut í HS Veitum á móti Reykjanesbæ. Við erum mjög gott samstarf dálítið tíma. Og ég held að blanda svona samstarf frá hinu, hvort það er ríki og sveitarfélög og svo svona, ef það eru ábyrgir langtímafjárfestar, þá er það gott. En það verður góð útkoma út úr því svona almennt. En allavega þá erum við það sem er líka aðeins öðruvísi við svona, það sem við erum að horfa á innviðasjóð á móti einhverjum öðrum sjóðum, og þá er þetta mjög langur sjóður, þetta er 15 ára og yfirleitt með svona sértæka sjóði og þá er gert ráð fyrir og fjárfesti kannski fyrstu 3-4 árin og svo næstu 3-4 ár sértu bara að selja eignir. En það er ekki í okkur, það er ekkert ætlast til þess að við séum til að selja eignir, það er bara, þeim verður kannski bara dreift á lífeyrissjóðina í lokinni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við getum farið í mjög löng verkefni. Og svo er annað atriði sem að skiptir máli, að það er að bara hreinlega ávöxtunarkrafan. Þetta eru mörg innviðaverkefni þegar bera minni áhættu heldur bara svona að kaupa eitthvað hlutabréf. Ég glemdi nú kannski að segja að sjóðurinn okkar þetta er hlutafé. Við höfum, eins og í nýja sjóðuna, þá erum við með 11 milljarðar sem við getum sett í hlutafé og svo er svona prógrama sem að lífeyrissjóðirnir geta komið með okkur beint í hlutafé. En síðan er náttúrulega bara hægt að stutt í, lánsfé frá lífeyrissjóðum. En það sem er öðruvísi kannski heldur en almennt gengur og gerist er að við getum og erum bara hrifnir á því módeli að vera með svona sem að kalla skömmtuð arðsemi sem að er til dæmis, ef þið þekkið veiturnar, það er kannski ekki allir búin að vera að skoða þetta mikið, en til dæmis í veitum, eins og í HS Veitum, þá er bara umgjörð utan það hvað þú mátt fá mikla ávöxtun á eigið fé, eða bara ávöxtun í heildina. Og ef að tekjurnar hækka, þá þarftu bara að lækka gjaldskrána. Skiljið, þannig að þetta sé bara bundið utan þetta, vegna þess að þetta er oft einhvers konar einokunar staða og þá er það aðalatriðið að hún sé ekki í rauninni, hún valdi því ekki að menn séu með allt og háar gjaldskrár, í rauninni sé að taka það sem við kallum einokunar réttur. Og þetta skiptir bara máli fyrir alls staðar í samfélaginu, að það sé ekki þar sem er einhvers konar einokunar stað. Við viljum ekki vera með, margar skólpleiðslur út úr
húsin okkar og velja eitthvað eftir verðum hvar þú sturtar niður. Það er ekkert vit í því og það er ekkert vit í því að byggja upp margfalt innviðakerfi. Þannig að þetta er yfirleitt, eða ansi oft, eru innviðir svona í einhvers konar einangruðu stöðu og þá er bara eðlilegt og sanngjarnt að það sé svona skömmtuð arðsemi. Þannig að það er, og þetta er sérst lægri ávöxtunarkrafa sem við erum að gera í hlutafé þarna heldur en að gengur og gerist. Þannig að þetta er svona, já, þetta er svona lykilatriði og sem er öðruvísi hjá okkur. Við erum bara í þessum langtíma fjárfestingum, erum með þessa skömmtuðu arðsemi og hrifnir af því módeli og þekkjum það. Og þetta er svona, í rauninni passa mjög vel fyrir lífeyrissjóðina. Og við erum til dæmis í þessum nýja sjóð, þegar ég tala um nýja sjóðina, þá er bara hinn er bara búin að fjárfesta og svo settum við nýjan af stað í janúar, núna á þessu ári. Og fórum inn í Mílu með Ardian, hérna franska eignastýringarfyrirtækinu. Þannig að við erum svona í veitum og hérna fjarskiptunum og einhverju svona fjárfestingu. En þetta er, hérna, við vorum mjög áhugasamir eftir að Haraldur heyrði aðeins í okkur og útskýrði fyrir okkur. Við höfum ekki hugsað þetta við vorum alltaf að hugsa sko vegakerfið eða okkar fjárfestingar í vegakerfi eða göngum eða eitthvað svona. Þá var það mest sko þessir vegir sem eru mjög umferðarþungir og veggjöldin standa algjörlega undir öllu og allt saman. Eins og hérna leiðin sem að Haraldur var að nefna á hana, sem var með nokkur verkefni, það er ný Hvalfjarðargöng og Hornafjarðarfljót og Öxi og fleira Sundabraut og líka vegur við Mýrdal. Þetta er allt inn í þessum lögum sem að Haraldur ætlar að setja nýja, eða hvað að segja, smeyja þessari pælingu inn í. En við vorum bara mjög, við höfum einhvern veginn ekki hugsað þetta mikið. Ég þekkjum alveg vonda vegi út á landi og skiljum það alveg og höfum einhverja reynslu af því sjálfur. En svo bara þegar við fórum að skoða þetta er alveg hægt að gera þetta. Það er bara, ríkið er búið að segja að ætla að greiða á einhverju tíma og það á að vera hægt að flýta þessu. Auðvitað eigum við eftir að fara, þá eftir að áður en kannski ítt á takkan, þá eftir að gera almennilega kostnaðaráætlanir og fara mikið betur ofan í það allt saman og auðvitað er þetta háð því að við getum samið við ríkið. En að öðru leyti þá er þetta svona, kubbarnir eru allir til staðar og við höfum alveg, við erum ekkert að segja að þetta væri endilega við, en við getum gert þetta. Við getum farið og fjármagnað þetta og farið í þetta á þessum nótum að það sé eitthvað svona bara skömmtuð arðsemi í þessu. Ég veit ekki, er ég að gleyma einhverju, Óskar? Það er svona eitthvað sem skiptir máli. En annars erum við bara endilega verið í okkur ef það er eitthvað. En okkur líst mjög vel á þetta, það er frábært framtak. Og þið erum búin að vinna góða vinnu þarna í þessu. Það sé nú allt í bili. Takk fyrir. Ég þakka Ómari fyrir hans innlegg. Það er náttúrulega gríðarlega jákvætt fyrir svona hugmyndir og raunar bara skaplega mikilvægt að það sé hreinlega ekkert spursmál að þetta sé einhvað sem að fjárfesta geta komið að, eins og hann er að lýsa. Þetta sé raunverulega bara mjög í anda þegar hugmyndafræði sem að summa til dæmis er að vinna eftir í sínum fjárfestingum. En núna ætla ég að opna á spurningar til frumælenda og þið ráðið hvort þið réttuð pend og spyrið úr sal eða komið upp í pontu. Og ég gef bara orðið laust. Ég get þá spurt meðan þið eru að hugsa til hans Ómars. Þannig að fyrst, varandi ykkar aðkomu summu er, eins og þú lýstir á, þetta er
einhver verkefni sem þið myndu sjá fyrir ykkur að geta tekið þátt í, bara eins og þið lýsa þessu, og það þið eða aðrir fjárfestingar sjóðir gætu séð ykkur hag í því en alltaf gegn því að ríki komið að þessu með sitt innlegg eins og Haraldur lýsti á. Þannig að það ekkert spursmál um það, þetta bara spurning ná samningi við ríkið og þetta sé náttúrulega auðvitað ítalegri kostnaðaráætlun en hér fram kemur en hugmyndi gengur upp að ykkar mati. Já, og sko, og til dæmis inni í ríkið er náttúrulega farið af stað með verkefni á fyrir stíla. Það ekki líka að koma hérna. Virkar þetta? Já. Ok, ríkið er náttúrulega með lögum samvinnuverkefni sem að þú nefndir áðan, Haraldur, og þessi verkefni sem ég var að nefna áðan, til dæmis ný Hvalfjarðargöng og það allt saman. Það eru 2 verkefni þar sem að mun aldrei bera sig og það er Hornafjarðarfljót og Öxi. Og þannig að ríkið er þegar búið að taka þá skref að segja ok, við erum samtilega að gera það þannig að það verður þá bara einhver ákveðin hluti af verkefninu sem að ber sig með veggjöldum og afgangurinn kemur frá ríkinu. Og það er bara eðlileg, það er bara mjög góð og gild rök fyrir því að bara almennt eins og, þú veist, af hverju myndi ríki vilja setja pening í bara yfirleitt vegamál. Það er alls konar umferðaröryggi og margt annað sem að veldur því. Þannig að þetta prinsip, ef við getum kallað það er komið í rauninni í löggjöfinni. Að með öðrum orðum að það sem við kallum samvinnuverkefni, sem er einhvers konar public-private partnership kallað stundum, samvinna í rauninni opinbera aðila og einkaaðila, ef við kallum lífeyrissjóði einkaaðila, að það er alveg búið að svona fara, og það er búið að vera mörg ár í vinnu í kringum það, sko, áður en að þau lög voru til dæmis samþykkt. Þannig að það er engin, þú veist, þetta er ekkert öðruvísi heldur en til dæmis Öxi eða Hornafjarðarfljót að því leyti til. Það er bara eitthvað framlag frá ríkinu og eitthvað framlag frá öðrum og svo mismunurinn er þá, eða það sem að kemur frá einkafjárfestum, það er dekkað með veggjöldum. Þannig að það er bara mjög einfalt. Er ég að svara báðum hlutunum? Hvað sagði ég? Já, ég held það. Þannig að ég held að þannig að það er, en auðvitað ásíðan eftir að, þú veist, fara betur ofan í tölur og sjá hvað ríkið er síðan endanlega til í að gera. Og það er alveg, en í prinsipinu, og þetta er bara akkurat það sem við Óskar eigum að vera að gera, það er að fjárfesta í svona innviðum. Spurningar? Gjörðu svo vel. Já, ég vil bara þakka fyrir mjög góðri erindi. Þetta er búið að mjög upplýsandi að hlusta á þessi erindi hérna. Ég hef með eina spurningu, en ég geti kannski ekki svarað henni. Ég er að spá í þérum óttækara, umhverfisáhrif. Er það ekki einhver farartálmi á leiðinni? Hvernig menn að það útfæra það og fuglarnir hérna og leirurnar og menn nú að tala þegar við gilsferðar að það ekki dýta til og líka skipta á vatni og svona, hvernig, ef þetta penningin eitthvað koma í þessa vöru? Það er góð spurning. Ef ég byrja kannski að ávarpa þetta áður en ekki kannski Haraldi orðið, þá náttúrulega væri kannski fyrsta skrefið samtal við Vegagerðina bara breytingar á aðalskipulagi, bæði þá nýja sameiginlega sveitarfélagi og síðan Dalabyggð hinum megin og þá að á þeim grunni byrja þá vegferð, því að það er sko að flestum talið náttúrulega mikilvægt að þvera eða brúa Álftafjörðinn saman hvor leiðin verður farin og þá það tekur sinn tíma og það er alveg sko að byrja þá mjög fljótlega í þeirri vinnu. En Haraldur getur kannski komið inn á kannski þessa þætti hvað var umhverfisáhrifin og líka kannski hvernig viðbrögð hann hefði fengið inn í þingflokkin og þinginu og kannski viðbrögð innviðaráðherra við þessum hugmyndum að valdefla þá samfélögin út á landsbyggðinni í vegframkvæmdum með þessum hætti eins og hann lýsir.
þessi. Já, takk fyrir þetta, sko. Fyrst bara viðbröðum, þá í sjálfu sér rétt eins og Ómar var að lýsa þetta. Ég raun og bara að þróa hugmynd Sigurður Inga samgönguráðherra sem að flytur löginu samvinnuverkefni bara áfram yfir á þessa fáfarnari vegi og hvort sem þeir þetta tengivegir eða í þessu tilfelli stoppvegur og nota eiginlega þá hugsun og við höfum dreift þingmálið sem að bæta raun og veru bara þessum ákvæði við þessi heimilt að gera samninga þessa vegi og rétt eins og sagt er hérna það er ekkert nýtt í þessu, það er búið að þróa þetta módel. Í það minnsta hef ég allan þingflokkin sem við Njáll sitjum í og bak við okkur og sjálfsög ekkert fyrir að reyna á það neitt verulega. Það sem að fyrir mér vakir er raun og veru að mæta með þessa hugsun, leggja hana fyrir íbúa, sveitarstjórnarmenn og biðja þá svolítið að taka boltann og láta reyna á hana. Og það sem að má eiginlega segja, heyrðu, núna hefur farið norður á Hvammstanga með Vatnsnesveg, hefur farið hér Skógarstrandarveg, Njáll á líka svona vegi í sínu kjördæmi. Hugmyndin er í sjálfu sér grundvöll á því að þetta eigi við sem víðast, ekki bara einhverja tiltekna vegi. Og þá stendur það raun og veru bara upp á ríkisvaldið að svara því, viljiði þetta eða ekki. Og ég hef engar áhyggjur af því svari, til dæmis má ég alveg segja að fjármálaráðherrann sem í það minnsta sem nú er, hann er alveg jákvæður fyrir því að grundvallar póstatir í þessu Alþingi er búið að álykta í þingsályktun samgönguáætlun. Það er raun og veru búið að lofa íbúum þessara svæða þessum fjármunum og hvers vegna ættum við þá ekki að leyfa þeim að leysa þá til sín með svona aðferð, en fyrir ríkið er þetta ekki aukin útgjöld, fyrir ríkið er þetta ekki að raska neinum fjármögnunar þáttum sem þeir hafi ekki á annað borð sett inn á radarinn hjá sér. Varðandi síðan þverunina sjálfa, þá einfallega hélt ég bara með við áætlanir í samgönguáætluninni og þar er sjálfsög ekki búið að svara spurningunni þverun og ég svara henni ekki heldur. Ég gæti hins vegar alveg séð fyrir mig aðkomu ríkisins að þessu verkefni, Skógarstrandarverkefni, að ríkið myndi leggja til þveruninni í verkefni. Ég gæti séð þetta þannig uppskipt, en auðvitað þessi umræða eftir. En mestu máli skiptir vill einhver láta sér þessa hugmyndu varða, því að hún er náttúrulega bara deyr ef að enginn hefur áhuga. En ég finn mikinn áhuga og það voru mjög snakkarleg viðbrögð í Húnaþingi vestra þar sem að sveitarstjórnin bara ákvaða strax að taka þetta upp á sína arma, hefur átt fundi með samgönguráðherra þetta. Það er síðan mikill styrkur á að heyra sjónarmið þeirra sem er að fjárfesta í innviðum. Sama skapi í Dalabyggð, þar er áhugi fyrir að láta sér þetta varða og ég met það með sama hætti hér hvort að menn vilja láta reyna á þessa hugmynd. En kjarninn í henni er bara þessi sem hefur komið fram. Ef fólki vill taka þetta vald í sínar hendur, þá er það valkostur. Ég er ekki að boða gjaldtöku á Skógarstrandarvegi, ég hef engan sérstakan áhuga á gjaldtöku sem slíkri, það er ekki missjón mín í lífinu. En ef hún leiðir fram bætt búsetuskilyrði, þá er ég til. Orðið laust fyrir einhverjar spurningar? Svör? Ég vil bara byrja á því að þakka ykkur fyrir að koma hingað og ræða þetta málefni sérstaklega Skógarströndinni. Þetta er eins og hefur framkomið að þetta er einn besti kafli hérna á Vesturlandi og eftir ykkar framsögu þá fer maður að fá smá von að þetta gæti farið eitthvað að hraðast og að koma þarna inni með gjaldtöku og annað slíkt að þá hefur þetta sýnt sér í gegnum ári að þetta hefur svo mikil áhrif. Við erum búin að sjá Hvalfjarðargöngin, ef þau hefur ekki verið fjármagnuð, hvernig væri samgöngukerfið þá, og síðan eins og með Vaðlaheiðargöngin. Þetta er alveg stórkostlega framkvæmdir og hvað við gengið fljótt og við fengið að njóta þeir strax. Og þarna
er þarna möguleiki á að flýta framkvæmdum þannig að við fáum að njóta þeirra fyrr. Þótt að við þurfum að borga eitthvað, en þá sparast það á svo margan annan hátt. Og við sjáum nú bara, ég finn nú oft Skógarströndina leiðina norður í land og ég fer hann ekki nema á sumrin í þurru. En leið og komið úrkoma, þá fer maður hinum megin og það er 60 km lengra eins og kemur komið hérna fram. Þetta er 1/3 lengra heldur en að fara Laxárdalsheiði og Skógarströnd. Það skiptir miklu máli og þetta er ennþá meiri stytting Skógarströndin ef maður ætlar að fara vestur. Og fólk hérna fer ef þeir að fara með hjólhýsið annað á Vestfirði, þá fer það í Borgarfirði. Þannig að þetta er farartálfi. En gallinu við þetta hingað til er þetta hefur verið að taka til smá bútum, allir ekki núna þegar þetta er búið, svona konið einu 10 km og allir austanmegin. Og þetta er rosalega dýra framkvæmdin, eins og 6-5 km kafli að kostar 1 milljarð. Og ég veit að það er svona hugleiðingur það. Þarf að gera svona mikla kröfur til vegar eins og Skógarströnd, það sem umferðir áætluð 500-600 bílar á dag. 700 kannski svo í áætlunni á. Þarf að gera nákvæmlega sömu eins og er verið að gera núna og að afgreiða 4-5.000. Kílómetrin er svo dýr. En ef það væri hægt að gera þetta einhvern veginn og þetta er til að geta komið í malbyggjuna á, þá er það, fyrst mér það, tilvinnandi til að fá að njóta fyrir. Og mér líst mjög vel á að komi þarna aðilar að og hjálpi ríkinu og flýti fyrir okkur til þægðar. Það eru 2 stórar brýr þarna, Straum og Dunkanum. Já. Þetta ekki margir kílómetrar núna, hefur fjármagni farið í uppbyggingu á þessum hjá Dunká og Straumu, þessum brúm sem er verið að smíða núna. Nú að því að Gísli hefur nú setið í þessum hópum samgöngu, bæði þá þegar samgönguáætlun var sett á fót 2017 og endurskoðunin síðast, þá kannski langar mér að beina þessari spurningu til hans. Við áttum fundum við Vegagerðinni á sínum tíma þar sem var farið yfir þessi atriði og við spurðum að þessu. Af hverju þarf þetta að vera þessi flugbraut? Af hverju ekki þetta? Af því þú vilt ekki lenda í því sama og að gera hérna. Fyrir Stórholti, fyrir Vatnaleiðina, allt og mjóu veginn. Þeir höfðu ekki bílar í dag. Akkurat. Það er ekki hægt. Og Vegagerðin Þegar í nokkur ára við höfum betri veg til framtíðar heldur en að setja út á mjög veg sem er óðinn. Og þá kemur maður bara, þá var við líka verið að velta fyrir sér, ekkert endilega bara leggja á núverandi veg, þetta er bara aðeins stækkan. En þetta er svör Vegagerðinni voru mjög skýr, bara þetta eru þessi skilmálar sem við vinnum eftir og það er ekki til umræðu eitthvað annað, það var bara skýrt. En líka Gísli og kemur kannski inn á þetta og síðan bara hvernig sérðu fyrir þér að þú hefur nú reynsla á þetta sem stjórnarformaður Spalar, sko, í svona verkefni og utanumhaldið svona verkefni, að því að hérna er verið að tala um að sveitarstjórnin komið að málum og annað slíkt og vitum það er nóg af verkefnum. En hvernig myndir sjá fyrir þér fyrirkomulagið stjórn og síðan framkvæmdastjóri myndi þá vera svona í þessum daglega rekstri, eða hvernig myndir sjá fyrir þér kannski stjórnfyrirkomulagi á svona uppsetningu á svona félagi með þína reynslu úr hérna sem stjórnarformaður Spalar í sínum tíma? Já, ég tek bara undir með Jakobi það sem varðandi veghönnunina, það fara menn eftir stöðlum en það hefur náttúrulega verið rætt líka í tengivegum þar sem að óumdeilanlega er og verður kannski svona fyrirsjáanlega framtíð tiltölulega lítil umferð, að þá vilja menn frekar fá mjórri veg heldur en halda áfram malbygginu eða vera á mölni. En það er hins vegar alveg rétt að sko ég held að menn þurfi nú að horfa að framsýni til dæmis á Skógarströndinni því að hérna það er náttúrulega deginum ljósara að þar mun umferð aukast mjög verulega þegar að vegurinn er orðinn betri. Ég held að það beri allt með sér, það má velta fyrir sig hvort það er hvaða prósenta það er en það sýnir sig bara að
Við vorum til dæmis, má segja, að hérna í Hvalfjarðargöngunum að þá var nú haldnar svona ráðstefnur áður en að það var farið í framkvæmdina og við fengum meðal annars danska ráðgjafa sem að sögðu að þetta yrði nú ekki mikil aukning í umferð, svona eftir sinni bestu getu. Og við vorum að giska á að því að umferðin Hvalfjörð og með Akraborginni, þetta voru svona 1200 bílar og við vorum svona að segja við 1500 til 2000 bílar gæti svona verið. Þetta ekki, það núna einhvers staðar tæplega 7000 bílar eða 7000 bílar. Þannig að bættar samgöngur auka umferð og auka samskipti, þannig að það ég held að það sé, og Skógarströndin, hún ber það alveg með sér. En varðandi í utanumhaldið að þá vil ég taka undir það sem að Haraldur nefndi hérna áðan og einmitt, sko, það frumkvæði heimafólks. Það algjört lykilatriði. Og það var náttúrulega með Hvalfjarðargöngin, ég meina, eins og Ómar nefna, það skiptir kannski ekki megin máli hvort verkefnið stórt eða lítið, sömu lögmálin geta alveg gilt. Og í rauninni má kannski segja að, við svo sínum tíma kringu 90 að þá voru engin plönum að fara í Hvalfjarðargöng, það var meira segja svona 20 árum áður, góðust menn þeirri niðurstu þetta var ekki hægt. Og vissulega var áhætta, en ríkið var ekkert á leiðinni í þessa framkvæmd. En það má kannski segja að það hefði orðið meiri þrýstingur svona með árunum og þannig að það má segja að við höfum bara flýtt verkefninu ég veit ekki hvað, 10, 20, 30 ár. Þannig að það alveg sama og hérna, það verið að flýta verkefninu og hagurinn í því að fara í svona verkefni, hann bara Hvalfjarðargöngin, það var vegfarendur, það hefur auðvitað breyst mikið landslagið hérna í ferðaþjónustu á Snæfellsnesinu og jafnvel austur fyrir Holtavörðuheiði og það náttúrulega var mikill hagur ríkisins að gera þetta með þessum hætti. Það alveg klárt mál. En íbúarnir hafa notið slíki og vegfarendur í öryggi og svo framvegis. En það sem að tiltölulega svona fyrsta skref að kanna hug ríkisins til þess að skoða þetta með heimafólkinu. Það rétt að safna í lið með sér 2, 3, 4 svona þungavirtar fólki sem að getur komið inn í málið. Ég alveg sammálið því að þetta verður ekki bara bæjarverkefni. Það þurfa að koma að þessu fleiri og þá voru fyrirtæki auðvitað hérna á svæðinu sem hafa af því hag að bæta samgöngur hér inn til Dala og Vestfirði. Og það má kannski segja að ég veit ekki, ég talaði nú dálítið það, ég veit ekki hvort ég eigi að þora að segja það, en ég held samt að ég talaði í hafnamálum. Við sjáum alveg fyrir okkur ákveðna skiptingu þessara 3 megin hafna hérna, Snæfellsbæ, Grundarfjörð og Stykkishólm. Stykkishólmur sem ferjuhöfn og jú, vissulega fiskur líka, Grundarfjörður með fisk og farþegaskipin og svo fiskurinn út á Snæfellsnesi út í Snæfellsbæ. En hvernig væri það nú ef að menn hugsuðu nú þetta saman og segðu, já við viljum svona ná trafikkinni líka í flutningum, þannig að það væru flutningar frá annarkvort Grundarfirði eða Snæfellsbæ og það væri til þess að styrkja það sem að væri hér á svæðinu. Laxinn núna frá Arnarlaxi meðal annars að fara í Þorlákshöfn. Þeir hafa fundið upp fína formúlu fyrir í Þorlákshöfn hvernig megi á ekki endilega mjög stóran skala nýta hafnindaflutninga beint út. Þetta hægt hérna líka, ég alveg sannfærður það. Þannig að grípum dálítið tækifærin sem eru en fáum í lið með okkur fólk sem hefur af því hagsmuni. Byrja á því, það kostar 150 skall að búa til hlutafélag. Það er minnsta máli og það líka hægt að fá aðeila til þess að stilla upp módeli í samráði við ríkið og samræðum við ríkið. Hvernig getur hlutfallið verið í þessu? En ég nú ánægður að heyri ykkur að það engin hræddur hérna við veggjöld. Það er póstur og sanniði til að ávinningurinn verður meiri heldur en veggjaldið. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli. Ég held líka að kannski aðalega þetta sem að Haraldur kom inn á, það að stilla veggjöldum í hóf, hvað var það þá íbúar sem búa á svæðinu og menn vita líka það hér að
þeir sem koma til með að greiða þessi veggjöld eru upp til hópa ferðamenn. Þessi gríðarlega fjöldi ferðamann sem fer hérna á Snæfellsnesið og myndi þá sveiflast yfir í Dali. Þeir sem fara vestfjarðarleiðina myndu sveiflast yfir á Snæfellsnesið og allir njóta góðs af á þessum svæðum. En fleiri spurningar úr sal? Hrafnhildur? Já. Takk fyrir mjög fróðleg og áhugaverð erindi. Ég heiti Hrafnhildur og er forseti bæjarstjórnar hérna í Stykkishólmi. Og vil svo skemmtilega til að ég fór inn í Búðardal í gær á fund. Og þetta er styttra heldur að fara í Borgarnes. Hafið þið hugsað það? Og farið þið ykkur tíman í Búðardalina með því brýnt erindi. Þetta er rétt sko ábyrningarna. Þetta er svo vannýttir möguleikar sem eru þannig. Við fórum svo sem í heimsókn sveitarstjórnir í Dalabyggð, Helga Stykkishólmur var á síðasta kjörtímabili og voru möguleikar í sameiningu og þau komu hingað. Sjáu þið fyrir ykkur möguleikana ef að það var þetta að samanast í þessa átt eða meiri samvinnu. Í gær var ég að ræða möguleika því að nemendur í Dalabyggð kæmu í skólan okkar í Grundarfirði. Möguleikana eru bara svo endalausir. Ég var ekki með sérstaklega fyrirspurn, mér bara þetta koma að svar. Og ég ætla líka að segja það að því að ég var hérna í bæjarstjórnarsýslu í 4 ár og Jakob Ekutjan, ég man það ekki fyrsta ári kosningar eða annað, þá byrjaði hann að tala um skógarstrandarveg. Og þeir sem fórum sátu í bæjarstjórn síðasta kjörtímabilið, þeir bunni eftir því, það var alltaf verið að tala um skógarstrandarveg, það var alltaf verið að bóka hver skógarstrandarveg og enn byrjaði hann að tala um skógarstrandarveg. Og hann talaði um hvers sem hann fór og hvar sem hann hitti fólk, það var alltaf skógarstrandarvegur. Ekki rétt með steinu. Þannig að þetta er svolítið hans verkefni. Ég vil bara segja það hér upp átt. Við skulum bara klappa fyrir Jakob. Ég er allavega að segja með þessu, ég er einstaklega ánægð með þetta sem komið allavega hingað. Ég vona að þetta haldi áfram, ég vona að við tökum bolta og frumkvæðið okkar. Við erum kannski tilraunarverkefni í þessu verkefni. Takk. Takk fyrir þetta Hrafnhildur og hlý orð. Já. En maður reynir að skífa kvöldsins, það tekur hálftíma svo býðir. Hvað er þetta tilbúin að borga í veikjum? Já, akkurat, nákvæmlega. Já. Sleppum við þvottinn á bílnum og skemmtinn á lakkinu og reyndar er... Þessu búa við veginn að fá verulegar afslátt af veggjöldum. Já, það er útfærsluatriði og það er náttúrulega hugmyndin eins og Haraldur fór inn á, að það væri þetta stillið þannig að. Og hvar byrjar veggjöldin? Við myndum byrja veggjöldinni kannski eftir þverununa, eftir brúna. Ég meina, ef þið horfið á raunveruleikar eins og í dag, er ekki mikið búseta á Skógarströndinni. Ef þið farið og skoðið á vef Byggðastofnunar hvar atvinnusvæðin eru, þá sjáu þið bara á þeirri mynd, bara Skógarströndin er ekkert atvinnusvæði. Það er bara þetta er ekki atvinnusvæði, þeir sækja náttúrulega ekki hér. Og ef þið sjáu það ekki núna, það er myrkur, en maður horfir hérna út og ég horf á skrifstofuna mína út á bara í Dalabyggð hérna hinum við Álftafirði. Þetta er bara rétt hérna hinum við. Það er engin samskipti og þetta er eiginlega dautt svæði sko í þessu skilningi. Það væri styttra, hugsaðu ykkur, það væri styttra frá ákveðinu á bílum frá Skógarströndinni hingað í Stykkishólm í skóla fyrir börn til dæmis heldur frá Bjarnarhöfn þegar þeir eru henni komin, bara sem dæmi. Þú getur sko farið og byggt aftur upp á Skógarströndinni með einhver raunum hætti, sérstaklega kannski líka eftir ef þetta er saman eins og Hrafnhildur kom inn á, sérstaklega þá að því að þessi skóla ákveðin þröskuldur á skólastarfið, en þetta er umjöðlega samt alltaf þetta sama. Vegurinn er hindrun, eiginlega hraða hindrun á frekari uppbyggingu svæðisins og framþróun, meðal annars í meiri framþróun í ferðamálum. Menn hafa talað hér hvernig umferðin fer og hérna vatnalegin og annað, þetta er nú umræða sem við þekkjum hérna. Það sem maður sé fyrir sér í þessu er bara að því að þetta snýst allt hringi, að fara einhverjum hringleiðir. Sjáuð Snæfellsnesið og vatnalegin, síðan vatnalegin og síðan Heydalurinn, síðan Heydalurinn og síðan hérna Brattabrekkan. Þá ertu komið 3 hringi hérna á þessu svæði. Þetta er það sem þetta snýst allt í ferðaþjónustunni annað, að búa til svona umhverfi. Og þetta er bara mikilvægur liður í því, fyrir utan náttúrulega bara það að tengja þessa byggði saman eins og fórum yfir á sem er gríðarlega mikilvægt að mínum mati. Má ég
Já, ég gjör svo vel. Jakob náttúrulega fór hans að hita mig upp núna með ferðaþjónustuna. Þannig að ég er nú mikill áhugamaður það og það er gott einmitt að heyra einmitt með svona, þannig að ég er nú sjálfur tekið að mér ýmisverkefni sem að mætti sitja gæsalappa síðan með þráhyggju fyrir. Þannig að það þarf oft bara, þegar verið að taka málefni frá grunni, að þá þarf virkilega að tala og hafa þolinmæði til að tala fyrir yfir lengri tíma. Og með ferðaþjónustu, ég held að fólk átti sig kannski ekki á bara hagsmunum. Hérna fyrir 2005, þó ég sé nú flugumferðarstjóri, það er líka viðskiptafræðingur og sérhæfði mig mikið í ferðaþjónustu. Og var að útskrifta verkefnum mitt 2004 var tekjugreiningu og hagræna þætti í ferðaþjónustu og þá þótti Seðlabankanum og Hagstofunum svo áhugavert hvað þeir að gera að þeir unnu fyrir mig gögn, en það var enginn að pæla í þessu hugsa ykkur fyrir 18 árum. Við lifum á sér dag. Það er síðustu ár, það var búin að vera meiri landsframleiðsla af ferðaþjónustunni fyrir Ísland heldur en á sjávarútveginn, aðeins skrið upp fyrir. Þú veist, þetta er svo ótrúleg breyting. Og í fjölda, það verðum að tala um vegi, þá voru hérna 2005 4.500 bílaleigubílar í landinu og núna fyrir COVID voru orðnir 25.000. Og þessi 25.000 bílar árið 2018, 70% öllu erlendu ferðamönnum keypti flug og keyru að bílaleigubílum í Íslandi. Þetta hlutfall hækka með hverju árinu. Og 2018 þá voru þessir 20.000 bílar og ferðamenn sem voru að keyra í þessu 20.000 bílum að dreifa 390 milljörðum landið. Þannig að þetta er svo mikið keppikefli fyrir byggðirnar og svæðin að fá þetta fólk einmitt og skapa þjónustuna og ýta undir þróunina í samfélagunum. Þess að það er þetta sem skapar þjónustuna og verkin, nýja, miklu meiri breidd í atvinnulífi og allt þetta. Þannig ég held að það sem að það mætti dýpka mjög svona umræðum þessi mál með svona vegum að fara svolítið grundigt í þessa þætti, nákvæmlega eins og Jakob var að minna og Haraldur kom að sinna í sínu kynningu á hann. Og við tölum í sumar og ég kom með þessa ágískun að ákveðnum tímabili eru 4 milljónir ferðamanna. Þeir eru að hugsa ykkur það að sum okkar eru fædd hérna í kringu 1950, hugsa ég, einhver svona í kringu það. Það er aðeins áður en ég fæddist, en það er ekki langt frá því. Þá komu 5.200 ferðamenn erlendis til Íslands. 5.200. Það var svona svipað eins og kemur á einu degi núna fyrir COVID og er að fara að gerast bara aftur næsta sumar og næsta ár. Einu degi kannski 4-5 stóru dögum. Og þetta er 7-8% bara vöxtur á ári yfir áratugina meðaltali. Þetta hefur aldrei snúist í grunninn gosið í Eyjafjallajökli. Þetta er bara undirliggjandi þróun sem er búin að standa áratugum saman hérna. Við sem ferðumst mikið og þurfum að gera það, maður áttar sig alltaf betur og betur því af hverju erlendi ferðamenn koma til Íslands. Það er bara að ferða heiminn, þá ertu bara með svona vöru til að selja í ferðaþjónustu sem að bara, það er ekkert marga þjóðum með þetta. Þennan fjölbreytileika. Og eins og fyrir Vestfirðingana að fá Skógarstranda og þessi tengingu hérna, þetta náttúrulega er gríðarlega stórt og mikið líka fyrir Vestfirðina. Ef þið hugsið það, sko. Þessi dreifing og á ferðamönnum. Og svo er hinn þátturinn sem að kannski, þetta er efnið sem að Haraldur þekkir mig af, ég geti talað heilu kvöldstundina um þetta. Það sem er hins vegar að gerast núna, og Haraldur kemur að sinna á bílaleigubílana, þeir eru að verða rafmagnsbílar á næsta árum. Og þá bara keyra þeir ekki malarvegina, það verður að reyna að vera bundið slitla svo við sig að veit í þessu. Og þá bara verða þetta FI-nir og það má ekki keyra þá, sko, það má ekki keyra FI að bílaleigubílunum. Þannig að þetta verður þessi hindrun eins og komst inn á áðan, og þetta er Skógarstrandarleiðin og þetta þekki ég nú bara sem Íslendingur. Ég bý á Akureyri og þetta er bara, maður hugsar þetta, sko. Meina fyrir 18 árum að þá var ég einu sinni ná ferjunni, fara í Flatey og ég var ekki búinn að reikna auka tíma sem að slæmi veður og Skógarströnd, þannig að ég var bara gjörsamlega að hlaupa upp í ferjunni með fjölskylduna að missa þessu. Ég held ég hefði auka klukkutíma, hann bara fór á leiðinni að senkaði bara ferðinu svo mikið. Þannig að við þekkjum þetta og þetta er alveg umræða bara. Ég held bara með Íslendinga að þeir vita af þessu farartálma sem þetta er. Þannig ég held að áhrifin efnahagslega fyrir svæðið og atvinnulíf og allt þetta séu bara, svo miklu meira heldur að fólk áttu sig á og sérstaklega með þegar að bílaleigubílana verða ekki 20-25.000, verða orðnir 30-40.000 eftir svona 10-15 ár. Þannig að þetta er bara svo geipilega
miklar svona stærðir í þessu sem ég held að væri mjög áhugavert og umferðartrafikin hún bara vex með landsframleiðslunni. Þetta er prósentabónandi prósentur svona almennt talað þannig að ég held að þetta sé nú bara fátt í sjálfu sér þess vegna bara ég held að Jakob hafi alveg verið að tala rétta hlutin sko. Þegar hann byrjar að vera með þráhyggju fyrir þessu eins og setjum við gesalappirnar á sínum tíma þannig að þetta eru hlutin sem skipta raunlega máli í stóra samhenginu. Það eru bara öflugur og góða samgöngur. Þetta er bara rétt fá að tala Glæsilegt. Já, takk bara fyrir þitt innlegg. Bara gaman og gott að heyra. Núna eru að byrja tónleikar í kirkjunni, þannig að við ætlum ekki að missa þeim. Þannig að ég ætla að þakka frumælendum sérstaklega fyrir sitt framlag til fundarins, þakka góða fyrirspurnir og umræður og hlýorð mín garð. Ég held að þetta sé bara spurning eina leið til þess að vera þáttakundur í framtíðinni að reyna að flýta uppbyggingu Skógarstrandarvegar. Þetta er ein leið til þess og ef hún nær framgangi Alþingi þá getum við tekið þetta áfram á breiðari grundvelli með öðru sveitarfélögum og atvinnulífi og annað til þess að taka þessu hugmynd það áfram og þróa. En alltaf að reyna að skoða leiðir til þess að bæta samfélagið og þetta er gríðarlega stór þáttur í því að bæta samgöngur í Skógarstrandarveginn. Ekki spurning. Bara takk fyrir fundinn.